Við höldum áfram fundi í borgarstjórn Reykjavíkur og erum hér í umræðu reglur samskipti leikskóla, grunnskóla og frístundaheimila Reykjavíkurborgar við trúar- og lífsskoðunarfélög sem 7. liður. Næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Ragnar Hansson sem að taka til máls í fyrsta skipti og boðinn velkominn til starfa á vettvangi borgarstjórnar. Ágæti forseti, borgarfulltrúar. Já, þetta svokölluð jómfrúaræða og bara fyrst skipti sem ég sitt hér í borgarstjórn og bara mikill heiður af því og gaman, mögulega síðasta skipti, hver veit. Og líka undir svona hressu málefni og umræðum. Þetta er náttúrulega, en það á svo sem máli ágætlega við, enda ég við mig, enda ég varaformaður mannréttindaráðs og í skóla- og frístundaráði. Einnig ég prestsonur og að ferma næsta vor, þannig að trú mér ofarlega í huga. Ég ber mikla virðingu fyrir trú og persónulega, þó ég sé kannski ekki endilega kristinn, en ég alveg mjög trúaður, ég trúi alls konar hlutum sem ég ekki við mikil rök að styðjast og ber þar að leiðandi virðingu fyrir mörgu. Og það er það sem mannréttindi snúast Umræðan spratt að þessu sinni út frá stöðufærslu formanns mannréttindaráðs sem ég tel nú að hafa svarað vel fyrir sig á opinberum vettvangi. Og náttúrulega hefur skapast mikil umræða í kjölfarið og þó ég hef ekki mikla reynslu sem stjórnmálamaður þá langar við samt að nota klisjuna í fagna þeirri umræðu, þetta er nákvæmlega það sem á að gera, við eigum að ræða þetta. Ég sammála borgarfulltrúa Halldóri Halldórssyni að umræðan hafa miklu leyti farið úr böndunum og umræðan sem í grunninn snýst börn og réttindi þeirra sé að miklu leyti ekki að meiri virðingu og leyfist mér að segja þroska. Og margir hverjir hafa ásakað mannréttindaráð Reykjavíkur í grín og alvöru að skemma jólin, sem er náttúrulega fjær í lagi. Virðulegi menn eins og forsætisráðherrann hafa gert grín að þessu og ég hef bara gaman að því, hef gaman að gríni og mér datt í hug þegar ég kom inn í þennan sal til dæmis að sem varaformaður mannréttindaráðs ætti ég kannski að leggja til að við tækjum niður þennan kross hér sem stendur yfir okkur. En ég fattaði að ég myndi gefa skotmark á mig í andsvari að þá myndi einhver segja að kristnin væri burðarstólpi kannski íslensks samfélags með því að benda á þennan kross sem burðarstólpa hér. Borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon minntist hér líka fyrr á í dag að líklega búið að ræða mannréttindamál meira síðustu ár heldur en áður og það alveg rétt hjá honum og það frábært og þau skal ræða, annars þið einskis virði. Og þetta ekki fyrsta sinn sem trúmál hafa sprengt allt í loft upp í þessum borgarstjórnarhópi og jafnvel þar fagnaði ég umræðinni þó hún hafi verið svipaleiðileg því nauðsynleg var hún líka. Ég hafði vissar áhyggjur af þeirri umræðu á sínum tíma en þess að ég sitt líka í starfsnefnd endurskoðun mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar og hafði áhyggjur af ýmsum skoðunum kjörinna fulltrúa og hugsaði með mér hvort að þau hefði einhvern áhuga á að jafnvel fella út 700 grein mannréttindastefnu Reykjavíkur sem talar að ekki megi mismuna eftir trúar og stjórnmálaskoðunum. En við bárum þetta upp á fundi mannréttindaráðs, kynntum þessi störf starfshópsins 28. október þessa árs og bókuðum þar þverpólitísk bókun að því verður að halda til haga, svo ég segi orðrétt, því verður að halda til haga að mannréttindastefna Reykjavíkurborgar sé byggð á jafnræðisreglu stjórnarskráarinnar og miðar við að allar manneskjur fái notið mannréttindar án tillits til uppruna, þjóðernis, litarháttar, trúarbragða, stjórnmálaskoðunar, kynferðis, kynhneigðar, aldurs, efnahags, ætternis, fötlunar, heilsufars og annarra stöðu. Þetta má ekki vera ágreiningur í þeirri vinnu sem framundan og verða allir flokkar sem eiga sæti í borgarstjórn að koma að endurskoðun mannréttindastefnunnar að virða. Og ég get glatt ykkur það að tóku allir undir þetta og þetta eru kannski gleðifréttir frá Reykjavíkurborg sem bárust ekki nógu víða. Þannig ég held að við séum öll að vilja gera það halda þessum gildum í hávegum. Mannréttindasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, samskiptareglur Reykjavíkurborgar og viðmið menntamálaráðuneytisins tala öllum að ekki mega koma börnum í þá stöðu að þau þurfa að tjá sig trúarskoðanir sinna og foreldra sinna. Í samskiptareglum Reykjavíkurborgar stendur: þess verði gætt við allar heimsóknir til og frá grunnskóla
vegna fræðslu trú og lífskoðanir að nemendur fylgist með en séu ekki þátttakendur í helgisiðum og athöfnum og að þær séu ekki vettvangur fyrir innrætingu eða dreifingu á boðandi efni. Uppspretta deilna og umræðan seinustu daga kirkjuferð grunnskólabarna í Langholtsskóla og ég skil ekki hvernig hugvekja leidda presti í kirkju sé ekki trúarathöfn og þá hvernig nemendurnir eru ekki þáttakendur. Í það minnsta þetta mjög gráu svæði og í það minnsta þetta tilefni fyrir umræður eins og raun bar vitni. Nú þessari heimsókn reyndi að vera breytt og skólastjóri Langholtsskóla ætlar að stýra þessari hugvekju sjálfur og mér þykir greinilegt með því að þessi heimsókn hafi verið á gráu svæði. Og ég fagna því, enda á slík fræðsla að vera leidd af fagmenntuðum kennara eins og samskiptareglurnar segja til Borgarfulltrúi Halldór Halldórsson spyr hvort það sé eitthvað að reglunum. Ég tel að það séu mjög skýrar og með mannréttindi og virðingu að leiðarljósi og sjálfsögðu gott mál að endurskoða reglulega eins og allar aðrar reglur, eins og við erum til dæmis að gera núna með endurskoðun mannréttindastefnunnar. Einnig vil ég taka fram að í siðareglunum stendur sígildir söngvar, dansar, leikir og handíðir sem teljast hluti af gamalgrónum hátíðum og frídögum þjóðarinnar halda sessi sínum í árstíðabundnum skemmtunum og starfi frístundaheimila, leik og grunnskóla, jólasálmar og helgileikir tengdir jólum falla hér undir. Jólin eru vissulega gamangróins hefð á Íslandi en hafa þó ekki alltaf verið tengd kristni, ekki frekar en heimsóknir grunnskóla í kirkjum hátíðir sé einhver aldafort siður. Hann frekar nýr á nálinni. Ég hef einnig setið í skóla frístundaráði í rúmt ár og hef þegar fengið talsverða póstum frá foreldrum þar sem þeir lýsa áhyggjum sínum þessar heimsóknir og það þarf frekar en öfugt, mun frekar en öfugt. Auðvitað þarf að koma til móts við þeirra og við þau og það sem þessar samskiptareglur gera. Fyrir mörgum koma þessar hátíðir trúarbrögðum ekki neitt við og hefðir í kringu þær hafa allt annað gildi og það á auðvitað að vera ábyrgð hverrar og einnar fjölskyldu að hátta sínum hefðum eftir eigin höfði, hjarta eða trú, jafnvel öll í einu, en ekki skólans. Hér vill enginn banna jólin, þvert á móti viljum við fagna þeim með jafnrétti og mannréttindi í huga svo að enginn verði út undan. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Ragnar Hansson hefur lokið máli sínu og þá næst á mælendaskrá borgarfulltrúi Skúli Helgason. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, við ræðum hér reglur sem að borgin setti fyrir nokkrum árum samskipti leikskóla, grunnskóla og frístundaheimila við trúar- og lífsskoðunarfélag. Mikil umræða sem hefur átt sér stað í samfélaginu á undanförnum dögum og vikum þessi mál, ekki í fyrsta sinn og örugglega ekki í síðasta sinn. Tek undir það sem að framkom í máli málshefjanda Halldórs Halldórssonar að auðvitað fer umræða þessi mál stundum út yfir strikið og það hafa verið nokkrar öfgar í umræðunni, til dæmis í kommentakerfum netmiðlana og svona almennt mann á meðal, en líka heilmikið það að menn velti upp mismunandi sjónarmiðum, rökum með og á móti eins og við erum að gera hér í borgarstjórninni. Og það eðlilegt. Það eru sterkar tilfinningar að sjálfsögðu í máli eins og þessu. Þetta mál snýst og trúmál almennt snúast að sjálfsögðu grundvallar afstöðu fólks og við erum að feta okkur í tiltölulega nýlegu umhverfi. Það hárrétt að þessar reglur þær komu inn til þess að leysa ákveðin vanda. Það hefur verið mikil umræða hér árum saman tilefni eins og þessi, heimsóknir skóla, grunnskóla og leikskóla í kirkjur, hvort þær væru eðlilegar eða ekki. Og Reykjavíkurborg sýndi þarna gott frumkvæði með því að setja þessa reglu niður. Í ágætum friði og við sjáum það líka að endurskoðunarferlið sem átti sér stað haustið 2013 og það leiddi í ljós að það var góð samstaða, einróma samstaða reyndar flokka í borgarstjórn í þáverandi borgarstjórn þá endurskoðun sem þá var staðfest. Ég á því að þessar reglur séu ágætar til síns brúks. Þær eru skýrar hvað það varðar að þær heimila heimsóknir skóla í kirkjur, en hins vegar á tilteknum forsendum, nefnilega þeim að þessar heimsóknir séu á forsendum fræðslu trú og lífsskoðanir. Þær skuli vera undir handleiðslu kennara, feli ekki í sér trúboð eða innrætingu og feli ekki í sér þátttöku barna eða nemenda í helgisiðum eða athöfnum.
Það undirstrika hins vegar að það heimilt að viðhalda gamalgrónum hefðum sem tengjast hátíðum og árstíðabundum skemmtunum og starfi leikgrunn og frístundamiðstöðva. Jólasálmar og helgileikir tengdir jólum falla hér undir. Ég tek undir með síðasta ræðumanni Ragnari Hanssyni að það sé ekki beint tilefni til þess að endurskoða reglurnar á þessum tímapunkti. En við eigum hins vegar að vera mjög vakandi fyrir framkvæmdinni, hlusta vel eftir því hvernig okkar starfsstöðvum, leikskóla, grunnskóla og frístundaheimila gengur að fara eftir reglunum, að koma upp einhver tilvik á gráum svæðum. Það má finna vissulega tilvik núna í umræðunni sem að benda til þess að svo geti verið. Og það sýnir okkur að við þurfum að skoða þessa framkvæmd með opnum huga og fara dálítið kerfisbundið yfir það. Þetta ekki löng reynsla en það ákveðið mynstur sem að sýnir sig á aðventunni. Það eru kvartanir sem að berast frá foreldrum bæði til inn á skóla- og frístundasvið, ekki margar fyrir þessu jól en nokkuð algengt að þær komi til okkar kjörinna fulltrúa minnstakosti í meirihlutanum og hafa kannski fleiri snúist að leikskólunum að þessu sinni heldur en grunnskólum og yfirleitt tengjast þær börnum sem að ekki fara með í þessar heimsóknir og foreldrar hafa þá áhyggjur af því hvernig þessi börn upplifi það að vera utan félagahópsins. Eru þau að fá lakari þjónustu en önnur börn sem að fara í þessar heimsóknir í kirkjun. Það kannski að mörgu leyti kjarni málsins og það sem ég hef sett inn í umræðuna sjálfur að leið og við berum virðingu fyrir lífsskoðun og hvers annars að þá þurfum við að gæta þess að börn, ekki síst ung börn, til dæmis á leikskólaaldri, sé ekki sett í aðstöðu sem að mjög erfitt fyrir þau í fyrsta lagi að skilja og í öðru lagi að ná utanum. Það að segja af hverju að ræða vettvangsheimsókn inn í kirkjur sem að ég sem barn í þessum leikskóla fæ ekki að taka þátt í. Skýringin ein af flóknustu spurningum mannlífsins og ekki að ætlast til þess að 4-5 ára barn geti náð utanum þann fjölbreytileika. Ég kallaði eftir tölfræði. Það eru til hér upplýsingar algengi þessara heimsókna. Ég held að það sé gagnlegt fyrir borgarfulltrúa að heyra þær. Skóla- og frístundasvið aflaði sér upplýsinga nýlega frá skólastofnun grunnskóla kirkjuferðir grunnskólabarna á síðasta skólaári og það má segja að þetta skiptist í raun og veru í 2 jafn stóra hópa. Það 46% grunnskóla sem að fóru með sína nemendur í kirkju á síðasta skólaári í kringum jólaleitið, 46%, 53% sem gerðu það ekki. Og það var síðan einn grunnskóli af þessum 89 sem voru undir í þessari könnun sem höfðu farið með nemendur sína í kirkju utan aðventunar. Það vakti reyndar athygli mína að það væri svona lágt hlutfall. Kannski það eitthvað sem við ættum að velta meira fyrir okkur og ég kem betur inn á eftir. Tölfræðin varðandi leikskólana með þeim hætti að það 1/3 leikskóla sem að fóru með börn í kirkju á leikskólaárinu 2013-14, nánar tiltekið 32%, 61% gerðu það ekki. Mér finnst þetta dálítið umhugsunarefni hve fáar vettvangsferðir eru í kirkjur eða trúfélög utan stórhátíða kirkjunar og ég held að það sé hlutur sem við ættum að velta fyrir okkur. Ég held að það sé gagnlegt fyrir öll börn að fá góða og vandaða fræðslu trúmál, mismunandi trúabrögð og hvað greinir þau að, hvað sameinar þau. Mörg trúabrögð og kannski flest byggja á sambærilegum, siðferðilegum gildum sem að eiga mikið erindi við börn og okkur öll og mikilvægt að börnin velti þessum hlutum fyrir sér og fái vandaða fræðslu frá hendi kennara mismunandi trúabrögð, inntak þeirra og fjölbreytileika. Ég held að það sé ákveðin lærdómur umræðunar að við þurfum að sýna hvert öðru tillitssemi, gæta þess að rækta með börnum virðingu fyrir mismunandi trúabrögðum og mismunandi lífsskoðunum og við eigum að vera forvígismenn þess að umræðan sé hófstillt, málefnaleg og einkennist af virðingu.
Ég veit til þess og hef aflað mér upplýsinga það að skóla- og frístundasvið hefur fylgt mjög vel eftir þessum reglum, gerir mikið úr því á hverju einasta ári að kynna þessar reglur fyrir skólastjórnendum og kennurum í leikskólum, grunnskólum og frístundamiðstöðum og starfsfólki almennt, ekki síst þeim sem eru nýir og eru að koma inn á þessar starfsstöðvar í fyrsta sinn og mjög mörg dæmi stjórnendur þessara starfsstöðvar sem að fara mjög vel með þessar reglur, gæta þess að börn sem að ekki að sækja þessar heimsóknir að þeim standi til boða aðrir valkostir. Hins vegar vantar okkur kannski heildaryfirlit yfir þetta og því tek ég undir það sem að fram hefur komið meðal annars í máli Sóleyjar Tómasdóttur borgarfulltrúa að það sé þörf á heildstæðri úttekt á framkvæmdinni og það vilji til þess á skóla- og frístundasviði að beita sig fyrir því strax í upphafi nýs árs að safna saman upplýsingum reynsluna frá aðventunni í ár og skoða þá hvort að það sé tilefni til að hnykkja enn frekar á tilteknum þáttum varðandi framkvæmdina. En ég tek undir það að það er mikilvægt að við tökum þessu umræðu, við höfum alls ekki að vera hrædd við hana þó að þarna séu grundvallaratriði á ferðinni, einmitt af því að þarna eru mikilvæg mál sem eru undir. Eigum við að vera opin fyrir mismunandi sjónarmiðum þarna en gæta að því að við erum með börn á viðkvæmum aldri þarna undir og við þurfum að taka vel utan þau, útskýra fyrir þeim hvað þetta snýst og passa vel upp á að við séum ekki að brjóta á þeim neitt rétt. Borgarfulltrúi Skúli Helgason hefur lokið máli sínu og þá næsta mælendaskrá borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég ætla aðeins að blanda mér í þessa umræðu skóla og kirkju. Mér finnst mjög eðlilegt að þetta veki upp heitar umræður. Það er eins og borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir kom inn, það er fátt persónulegra heldur en trú fólks og það er eðlilegt að þeir sem eru trúaðir sjá fátt fegurra heldur en að börn fari í kirkju og hlýða á prest og það er líka jafn eðlilegt að þeir sem eru ekki trúaðir finnist kirkjuferðir þar sem áhlust á prest ekki æskilegar. Og ég held að það sé bara gott fyrir okkur að hafa í huga að hvorugur hópurinn hefur rétt fyrir sér. Það er engin sannleikur, við erum bara að tala trú fólks sem er bara mjög persónleg fyrir hvern og einn. Og mér finnst mikilvægt að við munum það hér í borgarstjórn og það er okkar hlutverk að passa að í okkar góðu og fjölbreyttu og fjölmenningarlegu borg pláss fyrir alla. Hér trúfrelsi og börn eiga ekkert að þurfa að vera sett í það hlutverk að þurfa að taka þátt í trúarathöfnum gegn vilja sínum eða vilja foreldra sinna eða gera grein fyrir lífsskoðunum eða trú sinni eða foreldra sinna. Það reyndar kemur fram í mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna eins og áður hefur verið nefnt hér. Þannig ég held að við séum öll sammála í rauninni það að við þurfum að ræða þetta mikilli yfirvegun og með hafa barnanna okkar fyrir brjósti. Og þar ég bara hjartanlega sammála borgarfulltrúa Halldóri Halldórssyni sem tók þetta mál upp hér áðan. Þetta er engin hægri eða vinstri pólitík og þetta í rauninni ekki pólitík. Við erum að tala trúmál og mannréttindi og mannréttindi eru einhvern veginn pólitík sem að mér finnst að allir ætti að geta sameinast og fundi bestu lausn á. Hér þurfum við sem erum að stjórna borginni að gæta hags minnihlutahóps því að vissulega það meirihlutahópur sem í þjóðkirkjunni en þannig það ju oft í mannréttindabaráttu að það verið að gæta hags minnihlutahópa og það eðlilegt og það ekki eins og að sé flókið fyrir fólk sem vill rækta sína trú í þjóðkirkjunni að gera það. Mér finnst að við þurfum að fylgja eftir þessum ágætu reglum, sem tiltölulega nýju reglum samskipti leikskóla og grunnskóla og frístundaheimili Reykjavík við trúar- og lífsskoðunarfélög sem að Skúli Helgason fór vandlega yfir hér áðan og rétt að við skoðum vandlega hvernig samskiptum skóla og trúfélaga háttað og hvort þar jafnræðis gætt
og hvort það þarf að fara yfir það eitthvað frekar. Ég held að þurfa ekki að endurskoða þessar reglur, ekki eins og þær birtast mér. Mér finnst þær mjög skýrar, góðar. Það sem að varaborgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir gagnrýndi í skólaheimsókn Langholtsskóla var ekki heimsóknin sjálf, heldur það að presturinn átti að flytja Hugveikju. Nú á ég börn í þessum skóla og við höfum fengið uppfærslur á þessu núna síðustu daga og við þessu hefur verið brugðist og skólastjórinn mun nú flytja ávarp í stað þess að prestur flytji Hugveikju. Og börnin sem ekki fara í kirkju, sem alltaf ákveðin hópur, þau fá sem sagt kyndilgöngu líka eins og hinir og með þau verður farið í bókasafnið. Mér finnst þetta allt saman svona í rétta átt, þó svo að það hafi ekkert truflað mig í rauninni þessar kirkjuheimsóknir barnanna. Það finnst mér þetta í rétta átt. Ég veit að þetta hefur komið illa við mörg börn og þeim hefur fundist erfitt að sitja eftir og það er mjög sárt að heyra. Mér finnst mikils virði að mannréttindaráð skoði hvernig megi skoða þessi mál í tengsli við innleiðingu á barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem við erum að innleiða í borginni. Mér finnst að barnasáttmálinn eigi að vera grundvallaplagg í þessari umræðu og við þurfum að meta hvað er börnunum fyrir bestu. Og það væri gaman ef við getum á einhvern hátt leita álits barna í borginni á þessu máli. En eins og borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson sagði hérna áðan, þá er núna tími samheldni og jóla og tími kærleikans. Ég held að það sé mjög mikilvægt að við hér ölum ekki á ótta við trúarbrögð, heldur leggjum áherslu á virðingu fyrir öllum trúarbrögðum og hvetjum fólk til þess að sýna því skilning að fólk hefur mismunandi trú. Það er reyndar sannað að þeir sem eru trúaðir, þeir lifa oft við betri heilsu og betri lífsgæði og lifa jafnvel lengur. Þannig að ef að trúin er svona á jákvæðum grunni, hins vegar þeir sem aðhyllast trú þar sem er mikil heift og reiði, þá hefur það ekki góð áhrif. Þannig ég held að við höfum klárlega að ýta undir gleðina og jákvæðnina og reyna að finna lausn á þessu máli sem allir ætti að geta unað sáttir við. Borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmarsdóttir hefur lokið máli sínu og þá er Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi næst á mælendaskrá. Forseti, borgarstjóri, ágæta borgarstjórn. Með reglulegu millibili er rætt mannréttindi, íslensku þjóðkirkjuna og skólabörn í borginni. Ekki er þetta að gera annað heldur en að þakka borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins fyrir að setja þetta mál á dagskrá borgarstjórnar nú á aðventunni, eftir að umræðan kirkjuheimsóknir grunnskólabarna hefur nánast einoka fréttaflutning síðustu vikuna. Við sem búum í þessu samfélagi höfum með okkur stjórnarskrá íslenska lýðveldisins. Þar segir í 62. grein að hinn evangelíska lúterska kirkja skuli vera þjóðkirkja á Íslandi og skuli ríkisvaldi að því leyti styðja hana og vernda. Okkur ber því að vernda íslensku þjóðkirkjuna, hvort sem einstökum borgarfulltrúum líka það betur eða verr. Þá er íslenska þjóðkirkjan varin af stjórnarskránni. Það samræðist því ekki þessu boði stjórnarskrárinnar ef það að útiloka opinberar stofnanir, þar með talið grunnskóla og leikskóla, frá því að eiga í samskiptum við þjóðkirkjuna. Íslendingar eru kristin þjóð og þjóðin hefur verið kristin frá því árinu 1000. Meirihluti þjóðarinnar á aðild að íslensku þjóðkirkjunni og við játum kristna trú. Við erum skírð, við erum fermd, við giftum okkur flest í kirkju, hvort sem við erum að giftast fólki að gagnstæðu kyni eða sama kyni, og þegar jarðvistinni hér lýkur þá erum við jörðuð aftur og flest okkar í kirkju. Heimurinn okkar í dag er yfirfullur af skoðunum og gildum og sannfæringu af ýmsum toga.
Reglur jafnrétti, mannlega reisn og tjáningafrelsi eru bundin í stjórnarskrá. Enda þótt grunnskólar, leikskólar og frístundaheimili á vegum borgarinnar bera að virða þessi réttindi ekki þar með sagt að það að útskúfa þjóðkirkjunni. Í 62. þjóðskrárinnar mælt fyrir þjóðkirkjuna og það eru ákveðin fjárhagsleg og menningarleg tengsl á milli ríkis og kirkju. Það ekki hlutverk framkvæmdarvaldsins og hefur aldrei verið að búa til nefndir til að mótmæla gildandi lögum eða til að setja lög og reglur sem ganga gegn gildandi lögum. Þvert á móti að þá á framkvæmdarvaldið og nefndir sem skipaðar eru á vegum þeirra að fylgja lögum sem gildir í landinu og háttvirt Alþingi hefur sett. Því það svo að samskiptareglur leikskóla, grunnskóla og frístundaheimila sem samdar eru á sveitarfélögum sem hafa það að markmiði sínu að skilja á milli skóla og kirkju í menningarlegum efnum ganga gegn þeirri grunnhugmynd sem liggur til grundvallar ákvæðum stjórnarskrárinnar. Stjórnarskránni verður ekki breytt af mannréttindanefndum. Henni verður ekki breytt af skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar né annarra nefndum á vegum sveitarfélaga yfir höfuð. Slíkar nefndir geta aðeins starfað á grundvelli núgildandi laga og réttar því þær eru jú hluti ríkisvaldsins. Sveitarfélög sem við störfum fyrir eru hluti ríkisins og þeim ber því að styðja, vernda og rækta sambandskirkju og ríkis og kirkju. Síðan geta menn auðvitað deilt það hvort að stjórnarskráin eigi að vera öðruvísi, en það gerum við á öðrum vettvangi en hér í borgarstjórnarsalnum eða innan starfsviða framkvæmdarvaldsins. Þegar mannréttindakafli stjórnarskrárinnar var endurskoðaður árið 1995, þá var því ákvæði haldið inni að hin evangelíska lúterska kirkja skyldi vera þjóðkirkja á Íslandi og hún njóti þannig verndar og stuðnings frá ríkinu. Í athugasemdum með frumvarpi til stjórnskipunarlaga þegar mannréttindakafla stjórnarskrárinnar var breytt var tekið fram að slíkt fyrirkomulag eins og 62. grein stjórnarskrárinnar segir breyti ekki gegn trúfrelsi svo lengi sem það skert ekki rétt manna utan þjóðkirkju til þess að aðhyllast aðra trú, til þess að stofna trúfélög eða standa utan trúfélaga og að þeim væri ekki mismunað af þeirri ástæðu. Í grein í Fréttablaðinu í dag segir, með leyfi forseta, tilvitnun hefst, skólinn á ekki að vera vettvangur trúarlegra mismununar, en hann getur aldrei orðið menningarlega hlutlaus vettvangur. Kristin trú hluti af menningu okkar og arfi og það hlutverk skólans að kynna það fyrir börnunum. Á sama hátt og ekki hægt að kynna íþróttir fyrir börnum af bók heldur ekki hægt að kynna trúarlega iðkun fyrir börnum án þess að þau verði vitni af henni og finni sér frjálst til að iðka hana sjálf órétt. Tilvitnun lýkur. En þessi tilvitnun eftir grein sem birtist í Fréttablaðinu sem ég sagði eftir Sigurvin Lárus Jónsson og Sunnu Dóru Möller. Kirkjuheimsóknir grunnskólabarna takmarka ekki þessi réttindi. Með heimsóknunum ekki komið í veg fyrir að grunnskólabörn aðhyllist aðra trú eða standi utan trúfélaga. Frelsi skólabarna til að sækja kirkju, svo ég tala nú ekki aðventinu, ekki hægt að setja skorður í reglur sem framkvæmdarvaldið setur. Ég vil að farið sé að lögum og ég vil að mannréttindi allra séu virt. Því ekkert sjálfsagðara og eðlilegra en að þau börn sem eiga foreldra sem ekki aðhyllast kristna trú séu varin og þau börn séu studd af sveitarfélögum og skólastofnunum þannig að þau verði ekki fyrir aðkasti vegna skoðana foreldra sinna. Því þarf að árétta að hér kemur að hlutverki skóla- og frístundaráðs. Hér kemur að hlutverki mannréttindaráðs, framkvæmdarvalds og sveitarfélaga í að styrkja og styðja við opinberar stofnanir, þar með talið grunnskólann, frístundaheimilina og leikskólana, í því að virða rétt barnanna sem eiga foreldra sem vilja ekki þau sæki kirkju á skólatíma. Það verkefni skólastjórnenda og það verkefni mannréttindaráðs og skóla- og frístundaráðs. Það hins vegar ekki hlutverk mannréttindaráðs að útiloka tilvist og hegðun meirihlutans með því að banna ákveðna hegðun, heldur að verja minnihlutann fyrir aðkasti. Það snúast raunverulega mannréttindi. Þegar þetta mál var sett á dagskrá, eins og ég segi, sem ég fagnaði mjög að væri hér til umræðu, þá hafa
þá velti ég því fyrir mér og las yfir þessar reglur samskipti leikskóla, grunnskóla og frístundaheimila Reykjavíkurborgar við trúar- og lífsskoðunarfélög. Hérna hafa fjölmargir borgarfulltrúar komið upp í dag og sagt sína skoðun á því hvað rétt að kenna og innræta í opinberum stofnunum eins og leikskóla, grunnskólum og frístundaheimilum. Ég leyfi mér að fullyrða að það eru ekki allir foreldrar sammála þeirri kennslu sem á sér stað í grunnskólum borgarinnar. Hvort sem það kennsla í heimspeki, kennsla í lífsleikni, hvort sem það kennsla í sögu, kennsla í trúarbragðafræði eða jafnvel kennsla í líffræði, svo einhver dæmi séu tekin. En ef við ætlum að vera með þessa forræðishyggju sem við raunverulega erum með því að setja þessar reglur sem eru að mínu mati algjörlega óþarfar, að þá velti ég því fyrir mér sem foreldri að börnunum mínum sé á grundvelli þessara reglna meinað að fara í kirkju og hlusta þar á trúarfræðslu eða predikun í aðdraganda aðventunnar þegar að til dæmis að alþjóðlegi bangsadagurinn haldinn í flestum skólum landsins. Og hann nú að fagna fæðingardegi Theodors Roosevelts, fyrrverandi Bandaríkjaforseta sem gjarnan var kallaður Teddy, sem enska orðið yfir bangsa. Þessum degi gerum við hátt undir höfði í skólastarfið. Ekki veit ég hvað Theodor Roosevelt hefur lagt til málanna í uppeldi eða fræðslu hjá börnunum. Nú, síðan það dagur rauðanefsins, því að degi rauðanefsins þá tóku nemendur í þessum tiltekna skóla hér þátt í því með að útbúa og setja upp rauðanefi til stuðnings UNICEF, sem hvatti landsmenn til að lýsa þennan hátt yfir stuðningi við réttlæta barn til að lifa góðu lífi. Ég veit ekki annað heldur en að það sé eitt af þeim innleggjum sem við erum með, sem eru viðhöfð í hinum kristnu boðskap jólanna. Nú, við erum með bleikandag, á morgun með leyfi forseta, á morgun bleikudagur vegna krabbameinssöfnunar og mega þó allir koma í einhverju bleiku á morgun eftir að hafa tök á. Að barnið mitt eigi móðir sem nennir ekki að eltast við það að hlaupa í hagkaup seint að kvöldi til að kaupa einhverju bleikt, veldur því náttúrulega bara blessað barnið hlýtur að vera lagt í einelti í skólanum. Nú, bangsadagurinn, hann var 27. október, svo var guludagur gegn einelti og þá hérna 7. nóvember, mælst hefur til þess að fulltrúar skólastjóra og starfsfólk nemendur mæti í gulufötum. Ég þarf vist ekki að taka það fram að ég fór ekki og keypti gul föt handa barninu. Ég tel að helst myndi ég vilja leggja fram tillögu að þessar reglur hreinlega afturkallar og við myndum bara notast við þær reglur sem í gildi eru í mannréttindakafla stjórnarskrárinnar. En ég ætla að ljúka þessum orðum mínum, ekki með því að fara með bæn fyrir ykkur. Ég myndi mögulega syngja ef ég syngi eins vel eins og annar borgarfulltrúi og Júlíus Vífill. En ég ætla að ljúka þessu á því að alheimskærleikunum verður alltaf í gildi, hvað sem öllum lagabókstaf og reglum líður. Og það skulum við hafa leiðarljósi. Borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir hefur lokið máli sínu, þá borgarfulltrúi Ragnar Hansson óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Borgarfulltrúi Framsóknar flugvallarvinna segir að hún vilji að mannrétti allar séu virt, en hún vitnar samt í ákvæði stjórnarskrárinnar sem í mótsögn við sjálfa sig. Því einnig ákvæði í stjórnarskránni að ekki megi mismuna fólki eftir trú og hefur það ákvæði vegið þyngra með hverju árinu. Og ég spyr bara, hvað á fólk að fara oft í kirkju til þess að uppfylla ákvæði stjórnarskrárinnar? Og ég spyr líka, hvað þá skólar að fara í margar heimsóknir og nóg að gera það í kringu jólin? Íslendingar eru kristin þjóð, mér oft sagt, en ég ekki kristin, ég þá ekki hluta þjóðinni. Mikill hluti Íslendingar ekki kristnir, sá hluti ekki hluta þjóðinni. Við búum í lýðræði og það einu sinni verið kosið allavega svo ég man eftir hvort við að halda ríki og kirkju saman. Það var þegar var kosið líka tillögur stjórnskráar nefndarinnar og þar var meirihluti sem vildi það og ég ber virðingu fyrir því enda búum við í lýðræði.
En ekkert kom úr þessum kosningum og mér finnst leiðilegt að það var líka samþykkt ýmislegt sem hefur ekki komið inn í stjórnarskrána. Mér finnst leiðilegt að pikka út þetta sem eina kannski sönnun fyrir því að við viljum halda í þetta. Í dag líklega þeir sem telja sig ekki til lúthersku mótmælatrúarinnar í minnihluta, en sá minnihluti fyrir stækkandi og Mannréttindastefna Reykjavíkur og stjórnarskrá Íslands kveða báðar að verja skuli réttindi minnihlutans. Og ég skal sko berjast fyrir réttindi kristinna manna í Reykjavík og Íslandi eða kemur til þess að hann lendi líka í minnihluta. Borgarfulltrúi Ragnar Hansson hefur lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Forseti, borgarfulltrúar. Ég held kannski að borgarfulltrúi Ragnar Hansson hafi ekki heyrt nógu vel þar sem ég sagði áðan. En ég ætla hérna að árétta örlítið. Það er þannig að í dag í gildi stjórnarskrá með mannréttindakafla sem var endurskoðuð 1995. Það breytir því ekkert þó að hafi verið sett á stofn stjórnarskránefnd sem átti að endurskoða stjórnarskrána eða hvað sú vinna kemur til með að gera í framtíðinni. Þetta eru lögin í dag sem við búum við. Það er rétt að benda borgarfulltrúum á það að í greinargerð með breytingun á stjórnarskránni að þá var tekið fram að ákvæði 62. greinar væri ekki talið brjóta gegn trúfrelsi, eins og ég sagði áðan, svo lengi sem það skert ekki rétt manna utan þjóðkirkju til að aðhyllast aðra trú, stofnast trúfélag eða standa utan trúfélag og þeim væri ekki mismunað þeirra ástæðu. Þetta eru sjónarmið sem hafa komið fram í tengslum við túlkun alþjóðasamninga. Alþjóðasamningum mannréttindi sem hafa geyma ítarlega ákvæði um trúfrelsi og Ísland er aðili að þeim samningum. Í því sambandi má sérstaklega benda á mannréttindasáttmála Evrópu og alþjóðasamninginn um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi. Meðal annars að þá var líka sett á fót nefnd sem starfaði samkvæmt alþjóðasamningi um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi og sem kom sérstaklega fram með almenna umsögn trúfrelsi. Og þessi umsögn frá 20. júlí 1993 fyrir þá sem vilja kynna sér það frekar. En hún einmitt kveður á það að þessi mannréttindi sem að borgarfulltrúum vill halda séu núna með meira vægi eða annað vægi heldur en þau voru þegar mannréttindasáttmálinn var settur, það ekki. Mannréttindi eru grundvallarréttindi, borgaraleg og stjórnmálaréttindi og þau einkennast af því markmiði að vernda einstaklingi fyrir afskiptum og aðgangi ríkisins. Borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir hefur lokið við að svara andsvari og þá andsvörum lokið. Og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Þessi umræða hér í kvöld, hún hefur leitt það í ljós enn og aftur að borgarfulltrúar meirihlutans eru ekki sammála hvort heimsóknir skólabarna í kirkjur á aðvendunni séu leyfilegar samkvæmt reglum borgarinnar eða ekki. Ég tel að í rauninni hefði ekki þurft að deila þetta á síðasta kjörtímabili. Þá fóru menn af stað í þáverandi meirihluta Samfylkingar og Bjartrar framtíðar eða Besta flokksins í þennan óheppilega leiðangur að fara að amast við samskiptum og samstarfi leikskóla og grunnskóla og frístundaheimila við sína hverfiskirkjur. Samskipti sem hefðu gengið nær alveg áfallalaust áratugum saman og góð sátt var í borginni. Það var farið þennan óheppilega leiðangur að amast við þessu, setja reglur sem þrengdu mjög þetta samstarfi og duldist þá að sumir borgarfulltrúar meirihlutans vildu alveg koma í veg fyrir það. Síðan var reyndar eftir viðræður við kirkjuna voru reglurnar endurskoðaðar og aðeins liðkað til með þetta og
ég man ekki betur en ég hafi verið fullvissur það þá, þetta var, ég held að sé rúmt ár síðan það voru endurskoðaðar og þá átti það að vera alveg skýrt eftir endurskoðunarregluna að það ætti að vera hægt að fara í slíkar heimsóknir, sem sagt skólabörn á helgi og samkomustæði bara í kirkjur og þá í langflestum tilvikum að ræða viðkomandi hverfiskirkju án þess að það ætti að draga dilk á eftir sér. Og það var sérstaklega tekið fram í þessum reglum að það ætti að vera hægt að fara í slíkar heimsóknir það mætti fara í slíkar heimsóknir á aðventunni og jólasálmar og helgileikir tengdir í jólum féllu undir það sem væri heimilt að fara með börnin á. En ég held að þessum reglum hafi verið framfylgt þannig að það sé upplýst samþykki, það sé fólk sé látið vita því fyrirfram, fólk sé látið vita í fyrirfram að það standi til að fara í slíkar heimsóknir á aðventunni og eftir atvikum held ég að þetta hafi bara gengið nokkuð vel en auðvitað hefur maður orðið var við það að það er alltaf ákveðin hópur sem mótmælir þessu og þá er bara reynt að koma til móts við þann hóp með því að gera eitthvað þannig hóp foreldra með því að gera eitthvað skemmtilegt með börnunum í staðinn vegna þess að þau fari ekki í kirkjuna og ég hef alls ekki skilið að þannig að það var eitthvað trúboð og innræting sem ætti sér stað þar heldur bara mjög hátíðleg stund. Hins vegar menn eru farnir að tala um innræting og annað borð þá má þetta ef maður fyrir að fjalla skólastarfi víðum skilningi þá má þetta halda því fram að innrétting eigi sér stað við ýmsum hætti. Ég man ekki betur að það standi í barnalögum og þá er ábyrgð lögð á herðar uppalenda víðum skilningi bæði foreldra og skóla að það er að ala börn upp í góðum siðum. Svo má þetta deila það hvað eru góðir siðir. Það er þetta deila endalaust það. Og auðvitað verður ekki hjá því komist að börnum eru innprentaðar ákveðnar lífsskoðanir í skólunum, vonandi heilbrigðar lífsskoðanir. Það er lífsskoðun í sjálfu sér að flokka sorp. Það var lífsskoðun sem var ekki svo mikið kennd í skólum fyrir mörgum áratugum en nú fer fram mikil innræting svo má segja að það er að flokka sorp. Og auðvitað segjum við það er sjálfsagt það er gott að flokka sorp en það er hins vegar mjög umdeilt bara hvað sé æskilegt að flokka það mikið og jafnvel haldið fram að of mikil sorpflokkun kunni jafnvel að vera til óþurftar. Meiri segir stofnanir borgarinnar komnar í hár saman út af sorpflokkun, hvað er að flokka mikið. Nú lýðræði er lífsskoðun. Það hefur verið talað um það á þessum fundi að það færi fram mjög öflugt starf í hverfum borgarinnar við að kenna börnum lýðræði og gildi þess. Ég held að við séum öll sammála það að lýðræði sé æskilegt, við sem sitjum hér í borgarstjórn. Það er ekki þar með sagt að allir séu sammála því. Getur ekki verið að það sé einhver minnihlutahópur í borginni sem sé bara ekki sammála okkur flokkunum í borgarstjórnum það að lýðræði sé æskilegt. Er þá ekki verið að ganga á rétt þess minnihlutahóps með því að innprenta börnum þess hóps gildi fyrir lýðræði. Það má tala um jafnrétti. Jafnrétti er eitthvað sem við allir flokkar í borgarstjórnum sammála en ég er ekki viss allir séu hlynntir jafnrétti. Og þá er spurning, höfum við þá rétt til að innprenta börnunum jafnrétti? Nú, jólasveinar, ég held að jólasveinar kom í heimsókn í alla skóla borgarinnar. Og ég held að töluverður hópur af börnunum í þeim skólum sem njóta heimsókna trúa á jólasveinin. Ég held að kennararnir reyna ekkert að halda öðru fram en að jólasveinin sé til, sem ég hef sjálfur alltaf verið sannfærður að er það ekki ákveðin innræting í sjálfu sér að halda því fram að jólasveinin sé til eða sé ekki til. Nú, það er mjög algengt að rithöfundar komi í skóla borgarinnar. Þeir koma og kynna bækur sínar og taka þátt í umræðum. Ég hef fengið kvartanir frá foreldrum yfir því að sumir þessara rithöfunda kjósa stunda pólitískan áróður þegar þeir koma í skólana og lesa upp bókar sínum og taka þátt í umræðum í kjölfarið til dæmis um virkjanamál. Ég hef
ég hef ekki kvartanir yfir þessu, mér hefur ekki dottið í huga að taka það upp vegna þess að ég tel að unglingarnir sem í hlut eiga séu bara þá þroskaðir að þeir eiga geta tekið þátt í slíkum umræðum og heyrt mismunandi skoðanir. Þannig að innrætingin getur nú verið af ýmsu tagi, en sem sagt, vinstri flokkarnir hér í borgarstjórn, þeir hafa núna í nokkur ár amast við þessum heimsóknum sem áratuga hefðir fyrir, og ég sé ekki betur en að menn séu ekki alveg sammála. Ég sammála það hvort að þessi heimsókn í Langholtsskóla og aðrar heimsóknir, hvort að þær brjóti bágu reglurnar ekki. Ég tel svo ekki vera. Ég heyrði ekki betur en að formaður skóla- og frístundaráðs væri sammála mér, en það er alveg ljóst að borgarfulltrúi Vinstri grænna og varaborgarfulltrúi, þær eru alveg hinum kantinum. Ég heyri ekki betur á málflutningi þeirra en að þær séu á því að þessar reglur brjóti í bága við reglur samskipti leikskóla, grunnskóla, frístundaheimila Reykjavíkurborgar við trúar- og lífsskoðunarfélag, langur titill. Og þetta er sjálfsögðu mjög óþægilegt vegna þess að hér erum að ræða eitthvað vel á annað 100 stofnana. Ég man ekki betur að við erum að reka hér rúmlega 100 skóla og frístundaheimili og félagsmiðstöðvar í borginni, og ég hef fengið ábendingar frá stjórnendum þar að þau veit ekki alveg hverju þau að trúa. Þessi hópur telur, eftir að hafa lesið reglurnar, að kirkjuheimsóknir á aðventu rúmist vel innan þessara reglna hjá borginni. Hins vegar þegar að formaður mannréttindaráðs borgarinnar, sem jafnframt varaformaður skóla- og frístundaráðs borgarinnar, og heldur því fram að þetta samræmist ekki þessum reglum, og undir það er tekið, ég gæti ekki betur heitt en undir það verið tekið þegar forseta borgarstjórnar sjálfum, þá auðvitað hljóta tvær grímur að renna á þessar skólastjórnendur sem hafa í krafti skilnings að þessum reglum, ákveðin skilnings, farið í þessar heimsóknir. Og ég lái þeim það ekki þegar þeir fá svo misvísandi skilaboð hér úr borgarstjórninni. Og þá hlýtur að koma að því að borgarstjóri sem er jafnframt æðsti embættismaður borgarinnar, hann þurfa að höggva á þennan hnút og segja hug sinn allan í þessu máli og gefa mjög skýr skilaboð, gefa mjög skýr fyrirmæli það til sinna undirmanna sem eru meðal annars skólastjórnendur í borginni, hvort að þessar heimsóknir séu heimilar eða ekki. Ég hef verið að fá spurningar þetta, ég hef verið að fá símtöl og tölvupósta, þar sem samviskusamir skólastjórnendur vilja sjálfsögðu ekki brjóta þær reglur sem þeim eru settar, hafa skilið reglunum ákveðnum hætti, hafa skilið reglunar örugglega nákvæmlega eins og skólastjóri í Langholtsskóla gerði, en fá síðan eitthvað svona skilaboð frá toppum í borgarkerfinu það að þetta sé ekki í lagi. Þannig að ég held að það væri til nokkurs unnið ef það kemur skýr skilaboð frá þessum borgarstjórnarfundi hvað borgaryfirvöldum finnst í þessu máli. Ég held að velkist enginn í vafa það að Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur, borgarfulltrúar þessara flokka, telja að þessar heimsóknir séu leyfilegar. En skilaboðin eru mjög misvísandi, svo ekki sem meira sagt, frá vinstri flokkunum, og það verður því æskilegt að bara borgarstjóri sem er svona skelegur talsmaður meirihlutans, hann segir bara í eitt skipti fyrir öll hvort þetta sé í lagi eða ekki. Ég verð að segja það að í þessari miklu umræðu sem hefur átt sér stað núna í heila viku, þá hefur mér fundist þögn borgarstjóra og formanns skóla- og frístundaráðs vera æpandi. Að vísu, formaður skóla- og frístundaráðs, hann tók því til máls áðan og ég þakka fyrir það og það mátti skilja hans ræða ákveðin vegum að væntanlega þetta væri leyfilegt. En þessir bæði borgarstjóra og formaður skóla- og frístundaráðs hefðu átt að stíga inn í þessa umræðu miklu fyrr, meðan þetta var hávær umræða í fjölmiðlunum, því að það eru, þótt furðulegt sé, það eru ekki allir sem hlusta á borgarstjórnarfundi. Síðan, þannig að ég vil segja eins og ég skil ekki allt þetta upphlaup í tengslu við þetta mál og tel að það þjóni einhverjum vafasömum tilgangi meirihlutans. Auðvitað er það þannig að skólastjórar vilja reka
sínar stofnanir í friði. Í friði við sína starfsmenn og nemendur og foreldra, sitt hverfi og auðvitað borgaryfirvöld. En þegar að virðulegir borgarfulltrúar meirihlutans hamast í þessu máli hvað eftir annað, gera slíkar heimsóknir tortryggilegar, þrátt fyrir að það sé fullt leyfi fyrir inn í þessum reglum, þá auðvitað hlýtur þetta á endanum að leiða til þess að þessir stjórnendur verða hræddir frá því að fara í slíkar heimsóknir. Kannski er það tilgangur meirihlutans að hleypa málinu í uppnám og upphlaup hvað eftir annað, gera það erfitt, efna til átaka út í hverfum borgarinnar þetta mál, í þeirri von að skólastjórnendur gefist endanum upp á þessu. Þeir bara forðist þessi átök og bara hætti þessum heimsóknum sem löng hefð fyrir. Og ég tek undir það með öðrum sem ég sagt hérna áðan. Það hefur verið leiðilegt að fylgjast með hvað sumir, borgarfulltrúar, hafa verið tilbúin að hleypa þessu málefni í uppnám. Líka einstakir þingmenn, eins og einn þingmaður Samfylkingar, sem talar um bara það að máli skuli vera sett á dagskrá og rætt hérna í borgarstjórn, sem talar þá um teboðshræsni í borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins og bætti ákveðnu blótsyrði við. Ég ætla ekki að hafa það blótsyrði eftir hér í pontu úr borgarstjórn, en það er þingmenn Samfylkingar, þeir telja sér það sæma að nota blótsyrði í þessari umræðu og tala síðan um teboðshræsni Sjálfstæðisflokksins. Það segir því miður allnokkra sögum það hvernig ákveðnir toppar í þessum flokkum Samfylkingunni kjósa að nálgast þetta mál. Ég vil svo almennt segja þessar reglur. Það nú svolítið langt sem við ræddum síðast kjörtímabili. Almennt hef ég talið þessar reglur eins og þær hafa verið birtar á undanförnu, vera til frekar mikillar óþurftar. Ég fær stöðugt kvartanir frá frjálsum félagasamtökum í borginni að það sé búið að útilokka þá frá kynningarstarfi í skólunum í krafti þessara regluna. Ég hitti til dæmis skátafóringja í Breiðholti daginn, byrjun mánaðarins, og hann sagði mér frá því að þetta hefur verið skólaheimsóknir sem hann fór í kannski einu sinni á vetri, yfirleitt að hausti, hefði verið mjög mikilvægur kynningarvettvangur fyrir skátana. Það eru auðvitað ákveðin innræting í skátunum, þetta eru elstu og öflugustu umhverfissamtök í heimi, og hann sagði frá því að því að skátarnir þeir hafi ekki krónu til þess að auglýsa í blöðum eða sjónvarpi sína starfsemi. En hann sagði frá því að þeir hefðu getað mælt að fyrsta veturinn sem þeir fengu ekki að fara í skólana í Efra Breiðholti, þá hefði verið þar 40% þátttökufall. Það hefði 40% færri iðkendur komið í skátana þann veturinn áður. Þetta var mjög mikilvægur vettvangur til þess að ná til barnanna í hverfinu, ekki síst barna af erlendum uppruna sem eru fjölmenn í Efra Breiðholti og þurfa ekki síður á því að halda að vera í skipulagðri félagasstarfsemi heldur en börn af íslenskum uppruna. Og sama má segja með íþróttafélög. Íþróttafélög eru svo skátar og fleiri félög. Þetta eru félög sem eru rekin án hagnaðarmarkmiða eða hagnaðarvonar, hafa ekki 100 milljóna króna í kynningarbudget eins og ýmsar aðrar stofnanir. Góðstrykkjaframleiðendur, framleiðendur á alls konar óhollustu, framleiðendur á óheppilegu sjónvarpsefni fyrir ungu kynslóðina. Þetta er allt aðgangur að slæmu efni hefur aldrei verið eins auðveldur eins og núna, bara í gegnum tölvur. Það er alveg mjög óheppilegt efni, óhollt efni fyrir börn og unglinga er bara nokkra músasmelli í burtu. Og á þeim tíma þegar þessi aðgangur hefur aldrei verið auðveldari að óholl efni, þá setur vinstri meirihlutinn í borgarstjórn reglur það að þessi félög sem eru með uppbyggilegt og heilbrigt starf fyrir börn og unglinga, sem við hljótum að vera sammála borgarfulltrúar, íþróttafélög, skátar og fleiri aðilar,
fái ekki þennan aðgang að skólunum sem þau hafa haft í áratugi, bara í samstarfi við viðkomandi skólastjóra. Auðvitað kom það fyrir að það var kvartað við því að það var ekki, ég man eftir að minnst einu skipti sem var kvartað við því að íþróttafélag var að koma í ómargar heimsóknir. Það var sem deildir íþróttafélagsins var að fara hver deild íþróttafélagsins var að fara að koma í viðkomandi hverju skóla. Það var bara tekið af því. Skólastjórinn tók bara því og setti sjálfur reglunum það að það væri bara tvisessunum á vetri sem einn fulltrúi íþróttafélags sem ætti koma og gangi í bekki og vera 5 mínútur í hverjum bekk. Það var komið einu sinni í upphafi skólaárs og einu sinni í lok skólaárs til að kynna sumarstarfið. Þetta var ekkert vandamál. Þangað til vinstri meirihlutinn komst hér árið 2010 og gerði þetta að vandamáli og hleypti þessu máli upp í borginni eins og við súpum nú seyðið af. Og bann við afhendingu og bókagjöf Nýja testamentisins var auðvitað eitt sorglegasti hlutin af þessu öllu saman. Biblían og Hómerskveður eru helstu áhrifavaldar vestrænnar menningar. Það eru uppi kenningar það að það megi rekja öll vestræn bókmenntaverk til þessara höfuðrita með einum öðrum hætti, auk verka á leiklist, tónlist, myndlist og svo framvegis. Skólakerfið okkar hefur verið gagnrýnt fyrir að koma þessum höfuðritum ekki nægilega vel til skila og því stöndum við í mikilli þakkarskuld við Gídeonfélagið sem hefur áratugum saman gefið nemendum Nýja testamentið. Nú heyrist hæðnislátur frá borgarfulltrúum meirihlutans. En á sama tíma og Reykjavíkurborg sóttist eftir því á síðasta kjörtímabili að verða bókmenntaborg menningarstofnunar Sameinuðu þjóðanna, UNESCO, þá bannaði meirihluti Samfylkingar og Bjartar framtíðar þessar bókagjafir þótt engin áróður væri hafður í frammi við afhendingu þeirra. Þarna var verið að gefa hluta af einhverju höfuðriti vestrænnar menningar, engin áróður hafi verið í frammi, en þetta töldu borgaryfirvöld í bókmenntaborginni Reykjavík sér sæmast að banna. Þannig að þetta tel ég rétt að sé sagt þegar við ræðum þessar reglur. Ég held að sé löngu komin tíma og þessar reglur verði endurskoðaðar og færðar til fyrra horfs og þetta vald sé bara flutt til okkar góðu skólastjóra sem sá þessi mál áratugum saman, þannig að það verið neitt mál. Og ég vil þá á lokum bara skora á meirihlutann að endurskoða afstöðu sína til þessara mála og svo vil ég ítreka þá spurningu til borgarstjóra, biðja hann að taka af skarið í þessu máli og úrskurða í eitt skipti fyrir öll hvort að hann sem æðsti yfirmaður starfsmannamála hér á borginni, hvort að hann telji að þessi heimsókn Langholtsskóla hafi verið í samræmi við þessar títtnefndu reglur og hvort að heimsóknir annarra skóla borgarinnar í kirkjur aðventunni, hvort það séu í samræmi við þessar reglur eða ekki. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvör. Fyrst veitir andsvar borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég gæti svo sem tala hérna miklu lengur en eitt andsvar leyfir, en það er einmitt málflutningur eins og þessi sem að borgarfulltrúi Kjartan Magnússon kom hér með, sem að gerir umræðuna leiðilega og heiftúðlega þegar að verið að leggja fólki orð í munn og tala eins og hér sé til dæmis ágreiningur uppi. Það að tala upphlaup, það að tala aðför, það að tala að við séum að ráðast gegn einhverju, það að tala forræðishyggju. Orðanotkunin er þess eðlis að það er mjög erfitt að eiga í almennilegum rökræðum við fólk. Það sem ég ætla að koma hérna upp til að svara er einfaldlega það hvort að við séum sammála eða ósammála það hvort að kirkjuferðir samræmist reglunum. Engin borgarfulltrúi meirihlutans hefur talað það að kirkjuferðir samræmist ekki reglunum sem að settar hafa verið. Aftur á móti setti formaður Mannréttindaráðs réttilega spurningamerki við það hvort að hugvekja í kirkju samræmdist þessum reglum. Þar sem að þetta var á gráu svæði, þótti á gráu svæði af stjórnendum Langholtsskóla, þá var ákveðið að sleppa þeim hluta heimsóknarinnar. Að öðru leyti held ég að ég veit ekki alveg hverju borgarfulltrúin vill fá svar við að öðru leyti.
Við erum sem sagt öll sammála það og það stendur eiginlega tiltölulega skýrt í reglunum að kirkjuferðir séu leyfilegar en það má ekki fara fram trúarinnræting í þessum kirkjuferðum og það erum við öll sammála eftir því sem ég best veit. Borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir hefur lokið andsvari sínu, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, varðandi það að Sóley Tómasdóttir borgarfulltrúi skuli hvetja okkur borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins til að gæta hófs í orðavali, þá kýs ég nú bara á það að líta það sem hvern annan brandara að þessi ábending skuli koma frá henni, svona brandara á aðventunni. En mér fannst hún bara staðfesta það sem til að ég hef ekki lagt henni neinn orði í munn. Það hefur komið fram í ýmsum fjölmiðlum að formaður Mannréttindaráðs og varaformaður skóla- og frístundaráðs er mjög ósáttur við þessa heimsókn þessa skóla í kirkju á aðventinu. Ég held að meginþorri landsmanna hafi skilið málflutning hennar þannig. Mjög skelleikur málflutningur, fer ekkert á milli mála yfirleitt þegar þessi ágæti formaður tjái sig, þá velkist maður ekkert vafa það hvað hann meinar. Og mér fannst Sóley Tómasdóttir borgarfulltrúi í ræðu sinni hér áðan, mér fannst hún rauninni bara styðja við þennan málflutning. Hún talar þetta sé á gráu svæði. Mér fannst ég ekkert miskila orð hennar og var ekkert óskað eftir svari frá henni, en hins vegar þá óskaði ég eftir skýrum svörum frá borgarstjóra í þessu máli. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið við að svara andsvari, þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, bara svo ég ítreki það hefur enginn talað að kirkjuferðir séu á gráu svæði, heldur að hugvekja í kirkju séu á gráu svæði. Svo velti ég fyrir mér hver einhvern veginn aðventustemmningin sé hér í borgarstjórn þegar fólk farið að hæðast hvert að öðru og líta það sem einhverja brandara þegar fólk beðið að gæta hófs í orðavali. Ég bað ekki einu sinni nokkurn mann að gæta hófs í orðavali, heldur fór yfir þau orð sem notuð eru hér til þess að ýkja umræðuna og gera okkur erfiðara fyrir að eiga í málefnalegum rökræðum í stað þess að vera með einhvern veginn upphrópanir og í rauninni rangtúlka orð hvers annars. Ég held að það bæti engu við þessa umræðu. Borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir hefur lokið við þetta andsvar öðru sinni. Þá veitir andsvar ræðu borgarfulltrúans Kjartan Magnússon, borgarfulltrúin Skúli Magnússon. Helgason fyrir ekki fókiti. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, kannski tvö atriði sem ég vildi hnykkja á, annars vegar af því að borgarfulltrúi Kjartan Magnússon var að vísa til þess að það hefði verið æpandi þögn frá undirrituðum, þá vildi ég bara benda á að ég tjáði mig þetta mál í sjónvarpsfréttum helgina og ef að það skilaði sér yfir sem æpandi þögn til borgarfulltrúa, þá hefur hann kannski ekki verið með hljóðið stillt á sjónvarpstækinu. En að öðru leyti vildi ég hnykkja á því að ég held að kjarni málsins snúist það að þessar kirkjuheimsóknir þær eru alveg heimilar samkvæmt reglunum, en viðfangsefnið kannski lítið flóknara en svo. Það snýst dálítið það hvernig staðið að þessum heimsóknum. Að ræða eitthvað sem getur flokkast undir innrætingu af hálfu kirkjunnar manna í heimsóknunum eða ekki, og að því komumst við ekki nema að skoða hvert tilvik fyrir sig og vinna þá úttekt sem við höfum mörg hér talað að sé æskilegt að fá til þess að átta okkur á því að hve miklu leyti framkvæmdin í samræmi við reglurnar, og það stendur til að taka þær upplýsingar saman, og ég held að það verði fróðlegt að fá þær upplýsingar í hús hér fljótlega á nýju ári. Borgarfulltrúi Skúli Helgason hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég fékk einmitt útskrift af fréttinni
téðri frétt sem borgarfulltrúi vitnar í það hann hafi verið í sjónvarpi til að tjá sig þessi mál og þar segir hann, í þessari frétt segir hann orðrétt með leyfi forseta. Það er ekki brot á reglum borgarinnar að börn fari í heimsóknir í kirkjur, en hins vegar verður það að viðurkennast að það getur verið á dálítið gráu svæði hvort að er að ræða einhvers konar innrætingu í þessum heimsóknum eða ekki. Það er óheimilt samkvæmt reglunum og heimsóknirnar eiga að fara fram undir handleiðslu kennara og vera í raun og veru hluti af fræðslu trúmál. Ég heyrði einu skólastjórnanda fljótlega eftir þessi frétt kom og hann sagði að hafi hann velst í vafa þessi mál áður, þá hafi formaður skóla- og frístundaráðs þarna í sjónvarpinu alls ekki eitt þessum vafa. Það tekið fram að það sé ekki brot á reglum en svo er sagt að þetta geti verið á gráu svæði, talað innréttingu og þetta hefur verið að hluta fræðslu trúmál. Þetta er auðvitað vita allir að þetta er í tengslum við jólin, þannig að þarna var alls ekki upp úr kveðið með það, hvort að þessar, fannst mér og fannst fleirum, hvort þessar heimsóknir væru heimilar eða ekki. Og svolítið verið að næra þessa leiðilegu umræðu, taka undir það sem kom frá formanni mannréttindaráðs að þessar, já, eins og forseti borgarstjórnar sagði áðan, að þessar heimsóknir væru á gráu svæði. Og auðvitað vill ekki neitt stjórnandi sem vill fara til reglunum og telur þessar heimsóknir vera alveg heimilar. Þegar að hver borgarfulltrúi meirihlutans kemur í fjölmiðla á fætur öðrum og talar að þetta sé á gráu svæði. Auðvitað vill góður og samviskusamur stjórnandi ekki, eða það dregur með viljans til þess að færi slíkar heimsóknir þegar hinn pólitíska forystið í borginni er farin að gefa þessum heimsóknum þær einkunnir að þær séu á gráu svæði. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið við að svara andsvari. Það veitir andsvar öðru sinni. Borgarfulltrúi Skúli Helgason. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég held að þetta sé mjög skýrt. Ég held að ef menn fylgja reglunum og lesa þær, þá er leiðsögnin þar mjög skýr. Þessar heimsóknir í kirkjurnar eru heimilar, en þær skulu fara fram undir handleiðslu kennara og vera hluti af almennri fræðslu. Börnin eiga ekki að vera þáttakendur í helgiathöfnum eða bænum og ég held að þessi leiðsögn sé mjög skýr og ég tel líka að skólastjórnendur almennt séð hafi fylgt þessu alveg prýðilega með þær upplýsingar sem ég hef fengið og tel að þetta sé alveg nægilega ljóst í reglunum til þess að menn geti vel uppfyllt þau skilyrði sem koma fram í reglunum á þess að lenda í vandræðum. Og svo vísa ég til þess að við munum taka út framkvæmdina eins og komið fram áður á þessum fundi og fáum þá ennþá fyllri upplýsingar til þess að taka næstu skref í málinu ef að þörf er á. Borgarfulltrúi Skúli Helgason hefur veitt andsvar öðru sinni, þá svarar andsvari öðru sinni borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, bara út af þessum orðum Skúla Helgasonar borgarfulltrúa, þá vil ég hafa með leyfi forseta eftir honum orðrétt úr þessari frétt sem við ræddum en hann sagði svo: en hins vegar verður það að viðurkennast að það getur verið á dálítið gráu svæði hvort að er að ræða einhvers konar innræting við þessum heimsóknum eða ekki. Bara ég held að þessi setning hafi gert það verkum að ýmsir skólastjórnendur, þeir voru ekki lengur vissir hvort að þeir var að fylgja reglunum fyrst að sá sem stýrir skóla- og frístundamálum í borginni segir að þetta sé á gráu svæði. Og ég held að okkar ágæti formaður ætti bara að tala við skólastjórnendur í borginni, setja sig í samband við þá, því að hann þarf ekki að tala við marga, er ég vissum að hann heyrir að það er mikil ólga út af þessu máli og óvissa hjá þeim með það hvernig að túlka þessar reglur eftir þessi misvísandi skilaboð sem hafa komið hér frá borgarfulltrúum meirihlutans. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið að svara andsvari öðru sinni og þá er andsvörum lokið og á næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson. Forseti og borgarfulltrúar, já, þetta hafi verið hressilegar umræður að mörgu leyti og vissulega mikilvægar miðað við það sem undan er gengið og ég vil þakka sérstaklega málshefjanda borgarfulltrúa Halldór Halldórssyni fyrir
sína ágætu opnun sem að ég get að mörguleyti tekið undir og ég get tekið undir með mörgum hérna. Þetta snertir mjög margt. Þetta snertir trúmál, þetta snertir eðli opinbera skóla, þetta snertir tengsl hins trúarlega við hið pólitíska og það alveg mjög eðlilegt að það séu mjög skiptar skoðanir og jafnvel það sem að kalla mætti átök þar Nú var ég náttúrulega ekki hér þegar þessar reglur sem hér eru til umræðu voru settar en ég hef sett mig dálítið inn í þetta og ég náttúrulega hef verið þáttakandi í þessu samfélagi og þessari borg og út frá því þykist maður nú nokkuð vissum að þetta ekki sett algjörlega ástæðulausu, þetta sett vegna mismunandi sjónarmiða sem það þurfti að sætta. Eðlilega og eins og hefur verið rakið hér og það ekki bundið við trúmál eru mjög skiptar skoðanir á því hvert hlutverk opinbera skóla á að vera og hvað eru samnefnarar þar sem að flestir eða jafnvel allir geta sætt sig við. Opinberi skólar eru þess eðlis að börnum skylt að vera í þeim og börnin eru eins og aðrir alls konar og aðhyllast alls konar skoðanir og eru kannski með mismunandi svona leiðarljós í sínum lífum og foreldrarnir líka. En trúin náttúrulega sérstaklega pínu þess eðlis að hún annaðhvort eða ekki. Kannski mismunandi sterk en hún öðruvísi en svona kannski almennari gildi þó að þau séu kannski mjög geti verið ansi huglæg líka. Hún svo rosalega persónuleg og þess vegna ég sjálfur þeirra skoðanar að best sé að aftengja hana eins og hægt frá hinu opinbera. Að hið opinbera að leitast við að vera trúarlega hlutlaust. Það þýðir ekki að það að vera algjörlega gilda hlutlaust. Það eru þetta munur þar á. Það aldrei hægt að aftengja hið opinbera og ekki heldur skólana út frá samfélaginu sjálfu og því sem þar í gangi. En nú búum við fyrirkomulag þar sem að hið opinbera samkvæmt stjórnarskrá tengt þjóðkirkju og við erum með trúarbrögðin sem hluti af ýmiss konar sem hluti af okkar menningu og reglunum náttúrulega ætlað að setja ákveðin ramma það, þeim ekki ætlað að úthýsa hinum trúarlega algjörlega úr skólastarfinu. Og að því leyti tel ég þessar reglur mjög góðar sem slíkar, en það auðvitað ekki mjög skemmtilegt þegar það kemur upp á jólunum vafi hvort að það sé verið að fara rétt eftir þeim og kannski eitthvað sem að túlka mætti sem blammeringar í garð ákveðinna stjórnenda. Þetta bara eitthvað sem að mér finnst að þetta leysa bara í ró og næði og þetta gefur fullt tilefni eins og margir hafa sagt hér til að fara yfir hvernig þessum reglum framfylgt og kannski hvernig við viljum sjá þetta. Þessar reglur taka nú ekki á ýmsum þáttum eins og hvort að það að leitast við eftir því sérstaklega að skólar stuðlega fjölbreytni hvað þetta varðar, fari til heimsóknir til mismunandi trúfélaga eða hvort við reyna að forðast þetta, fari í hina áttina að jafna með þeim hætti og sitt hvað fleira náttúrulega sem að reglunar náttúrulega hafa ekki verið í gildi lengi, sitt hvað fleira sem að mætti fara yfir, skoða hvernig þessu háttað eins og og bara taka umræðu hvernig við viljum hafa þessu og hún svo ítreki það, hún ekki einföld og verður aldrei einföld. Okkur ber náttúrulega skylda til þess að gæta réttinda allra og taka tillit til mismunandi sjónarmiða. Og þar skiptir ekki máli hvort að fólk í einhverjum menningarlegum eða trúarlegum meiri hluta eða minni hluta. Þegar það berast kannski ítrekar kvartanir yfir ykkur í skólastarfinu sem að fólk verulega ósátt við, sem að myndast eitthvað minnstur í, þá þarf að bregðast við með einhverjum hætti. Allavega hefði minnst að svara því með málefnalegan hátt og viðurkenna það að þessar skoðanir rétt á sér og að það verði tekið tillit til þeirra með einhverjum hætti. Og þá náttúrulega á við þannig bæði við þeir sem að vilja ekki að skólanir séu með
trúarbrögð á dagskrá hjá sér yfir höfuð, þeim sem að vilja halda þessu inni að mjög miklu leyti, auka við og svo framvegis. Og líkt og með allt annað, þá þetta bara, já, ekki einfalt. En reglunar tel ég sem slíkar nokkuð einfaldar og ættu ekki að þvælast mjög fyrir. Eins og mjög margt annað hjá hinu opinbera þá erum við með ýmsar reglur og sérstaklega þegar kemur að börnum hvernig skal gæta þeirra velferð og hvernig starfið skal háttað og svo framvegis. Það þarf ekki að felast nein sérstak forræðishyggja í slíku í sjálfu sér. Eða eitthvað vantraust í garð þeirra stjórnenda sem að eru auðvitað að reyna að gera sitt besta eins og við öll. Og það líka, ég finnst mér svolítið sakna í umræðunum þetta allt saman, fólk mikið að leggja áherslu á það að það þurfa að verja þeim trúarlegu gildi sem að mér finnst auðvitað mjög mikilvægt og við megum ekki missa sjónar af þeim, þeir sem að vilja lýsa þeim yfir og standa vörð sín gildi og standa vörð kannski full hernaðarlegt, þetta bara við erum að fagna okkar gildum saman og sameinast það sem við getum sameinað og virða það sem við erum ósammála En mér sakna þess, eins og ég segi dálítið, að þessum gildum sé samhliða haldið bara á lofti í alvörunni. Mín upplifun af þessum jólum og umræðunni í kringum þeirra að þau hafa snúist mjög mikið bara þetta tiltekna bitbein, en ekki það hvað jólin þýða fyrir okkur og fögnuðin sem því samhliða. Og það auðvitað mjög leiðilegt og við skulum vona að næstu jól verði skemmtilegri hvað það varðar. Við hafa alveg fulla trú á því að við náum að hafa það þannig. Þó að við verum ekki endilega og þurfum ekki að vera sammála alla hluti. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson hefur lokið máli sínu og þá tekur borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson til máls. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Það hefur svo margt gott verið sagt hérna í þessari umræðu. Líka margt sem hefur bara verið skýrt af þeim sem komið hér upp og svona greint frá sinni afstöðu til þessara mála, þannig að ég ætla nú ekki að hafa langt mál þetta. Þannig að byrja því að segja það að þó ég geti æst mig yfir tónlistarskólunum og stöðu þeirra og húsnæðismálunum og hvað ég sé svona mína sýn í því, að þá get ég nú ekki mikið æst mig þegar ég kemur að trúmálum. Og það einfaldlega þannig að þeir mega bara trúa því sem þeir vilja allir saman, eða trúa engu, það káfar eiginlega bara ekkert upp á mig. Ég hins vegar vil þakka borgarfulltrúanum Heiðu Björg Hilmisdóttur fyrir að segja okkur það að við hér sem erum trúuð komum til með að hafa betri heilsu og lifa lengur. Það ákaflega huggulegt og gott að fara þessu fundi vitandi það. Ég held að við séum svona svolítið eins og stormur í vatnsglasi hér í dag og hér í kvöld. Ég var að fá þær upplýsingar frá skóla- og frístundasviði að þeir skólar sem gerðu athugasemdir eða foreldrar barna í þeim skólum sem gerðu athugasemdir í Reykjavík eru 4. Og þeir leikskólar eða foreldrar þeirra barna sem í leikskólum borgarinnar sem gerðu athugasemdir eru 2. Þannig að það ekki margir, bersýnilega, og þó að einhver hefur verið talað hér að það skipti ekki máli hversu stór í kirkjan þjóðkirkjan, en hún reyndar þannig að það eru 244.000 mann sem eru í henni og svo eru náttúrulega margir í öðrum kirkjudeildum sem teljast til kristinna trúar, en það skiptir ekki máli. Það ekki svo að meirihlutin eigi að kúga minnihlutann, en ég heldur auðvitað að minnihlutin eigi að kúga meirihlutann. Þannig við verðum að búa hér í sátt og samlyndi og reyna að vinna þetta saman. Þessar reglur sem við erum að fjalla þær áttu sér aðdraganda þann aðdraganda var talsvert tekist á. Og það vegna þess að þessar reglur komu fyrst úr Mannréttindaráði og þá var formaður þar Margrét Sverrisdóttir og þær voru
allmiklu harðari og öðruvísi en þær reglur sem við erum með hér í dag. Og það er komið sem sagt úr mannréttindaráði og þær var ekkert samráð haft og þær fóru síðan mannréttindaráði í skóla og frístunda og kannski íþrótta, minni það, ITR og áttu sem sagt ekkert að fara mikið meir en það og það var auðvitað gagnrýnt, ekki bara af okkur sem að sitjum í borgarstjórn, heldur líka og ekki síður af kirkjunarfólki og öðru fólki sem að hefur skoðanir á þessum hlutum. Það var sem sagt mikil umræða sem að svona nokkur hluti í borgarstjórn hér hefur væntanlega ekki tekið eftir, það var minnst ekki hér, satt ekki borgarstjórn hér á þessu kjörtímabili síðasta, þegar þetta var til umræðu, en ég held að það sé þá ekki á neitt hallað að ég segi það að séra Gísli Jónasson í Breiðholtskirkju hafi svona verið tekið svolítið þennan kyndil og tekið þetta mál upp og fundað bæði með borgaryfirvöldum og talað við fjölmiðla og það komst svona ákveðin ásættanleg niðurstaða sem er þá í þessu formi sem er hér. Og nú erum við sem sagt svona fara yfir það hvort að þetta sé ásættanlega reglur eða ekki. Það getur vel verið að við þurfum að endurskoða þær og fara yfir það svona með tilliti til reynsluna, það kemur þá bara í ljós. En auðvitað voru svona vankantar á þessu í framkvæmd vegna þess að þegar að farið var í þessa vegferð að búa til reglur af þessu tagi, þá sáu menn ekki fyrir, allavega ekki þeir í mannréttindaráði sem voru að vinna að þessu. Þetta myndi hafa því áhrif sem borgarfulltrúi Kjartan Magnússon var að lýsa, að önnur félög myndi jafnframt vera útilokuð frá skólum. Þannig að það hefur auðvitað mikinn vankanta í för með sér og hefur komið sér illa, ekki bara fyrir þau félög. Það skiptir kannski ekki miklu máli í þessu sambandi, þetta skipta bara börnin mestu máli, að þau eru í mörgum tilfellum að fara þá á mis við þær upplýsingar sem þau voru að fá áður og sem að geta reynst þeim mjög mikilvægar til að velja til dæmis eitthvað frístundastarf og hvaða hópum þau vilja starfa og svo framvegis. Þannig að þetta eru svona hlutir sem að má vel endurskoða. Ég hefði nú kosið, ég segi það, að þetta mál verði ekki svona sett af stað með þeim hætti sem formaður mannréttindaráðs gerði, að því að mér finnst nú bara að þegar það kemur á jólunum að þá sé allt í lagi að fólk reyni að vera ekki með einhver stóryrði og kalla á einhver umræðu sem er ekki líkleg til að vera mjög svona í miklu jafnvægi. Og þá er ég ekki að tala bara hinn almenna borgarbúa. Ég held að þetta sé ekki mjög margir sem eru svona æstir yfir þessu eins og talaði hér í kvöld. Og ég held að því að við fórum nú vel yfir þessar reglur að það hafi enginn misskilið þessar reglur nema kannski formaður mannréttindaráðs sem að virðist hafa misskilið þessar reglur að því leyti að þessi heimsókn Langholtsskóla í Langholtskirkju væri svona stór hættuleg. Og þá komum við að því hvað þýðir hugvekja. Af hverju er orðið hugvekja svona hættulegt? Jón Sigurðsson, hann sendi hugvekjur til Íslands á 19. öld. Þær voru ekki trúarlegar. Og hér hafa verið fengnir margir til þess að flytja hugvekjur í kirkjum, svona sérstaklega á fyrsta sunnudegi í aðventu, og það hafa verið gjarnan borgarstjórar hér í Reykjavík sem hafa tekið slíkt að sér og þeir flytja hugvekjur. Ég held að flesta þessari hugvekja hafi ekki verið sérstaklega trúarlegar. Hugvekja þarf ekkert að vera á trúarlegum nótum. Og ef að það hins vegar hefur svona farið fyrir brjóstið á formanni mannréttindaráðs og hérna ég er ekkert svo sem að gagnrýna það, hún skilur það með þeim hætti sem að hún gerir, að þá hefur hún kannski verið auðveldasta leiðin fyrir varaformann skóla og frístundaráðs að setja sig í samband við skólastjóra Langholtsskóla og biðja hann að breyta þessu orðalagi og já, hugsanlega að presturinn tækja á móti hópnum eða eitthvað með þeim hætti og ég vissum að því hefði verið tekið mjög blíðlega í stað þess að setja þetta á Facebook og reyna einhvern veginn, eða kannski ekki að reyna, verða því valdandi þetta mál fyrir svona af stað með öðrum hætti heldur en að ég hefði kosið að væri hérna hvað æskilegast. Hér kom fram hjá borgarfulltrúanum Sólveigu Tómasdóttur svona einhvers konar flokkun á því fólki sem að fjalla þessa hluti og við sjálfstæðismenn náttúrulega erum alltaf svona einhver í skotlínu hjá borgarfulltrúanum og hérna af einhverjum ástæðum að það var nú hérna lítil úrklippa úr Fréttablaðinu frá því 2011 þegar þetta mál var hvað mest til umræðu
og þá skrifar hérna fínn maður sem heitir Bjarni Karlsson og var hérna fyrir hönd Samfylkingarinnar í borgarstjórn og auðvitað lét þessi mál sig varða og var nú ekki par ánægður með þær hugmyndir sem að verið var að fara með og ég ætla með því að forseta aðeins að lesa bara niðurlega þessari litlu greinar sem hann birti og hún er svona. Það ber hvorki vott félagslegt innsæi né fulla rökhugsun þegar menn halda að meðvitaðar og mótaðar lífsskoðanir eða trú úthýsi fagmennsku. Sú afstaða er bara menningarlegur tepruskapur og er í eðli sínu í andstöðu við ábyrga menntastefnu. Borgarráð verður að bíða og þá er hann að ræða þessa tillögu sem þá voru til umfjöllanir í borgarráði. Vönduð umræða þarf að fara fram. Upplýstir jafnaðarmenn í landinu munu ekki sætta sig við að stjórnmálaflokkur taki trúar afstöðu og mismunu borgurum landsins með þeim hætti sem nú stefnir í og borgarbúum mun ekki unna því að kirkjustarfi í hverfum Reykjavíkur sé sópað út í horn með þótta og tortryggni í nafni mannréttinda. Þetta sem sagði nú þessi varaborgarfulltrúi Samfylkingarinnar sem að því miður hyllaðist nú ekki af þessum vettvangi og ákvaði að gera annað. En þetta hefur bara ekkert með stjórnmálalega afstöðu að gera. Hvar menn eru, hvort menn eru trúaðir eða ekki. Þannig ég vildi nú bara svona skjóta þessu inn í. Ég hefði náttúrulega kosið það að formaður mannréttindaráðs hefði nú beint augum sínum að öðru í aðdraganda jólana. Það eru nefnilega ekki öll börn sem hlakka til jólana. Það eru ekki öll börn sem búa við gott atlæti og það eru mörg börn sem búa með alkóhólistum og verða að þola ofdrykkju yfir jólin. Það er mest selt af áfengi í desember og það eru flestar innlagnir í meðferðir í SÁÁ í janúar. Þetta er áhyggjuefni. Þetta er það sem við erum að horfa á. Þetta er það sem er alvöru. Mér finnst þessi umræða hér það hvort að börn fá að koma í Langholtskirkju vera eiginlega bara frekar lítil. Hún skiptir mig ekkert sérstaklega miklu máli en það skiptir mig miklu máli að það eru til dæmis 800 börn alkóhólista sem hafa farið í sálfræði meðferð hjá SÁÁ og það eru 60 börn á biðlista þar. Það er líka fátækt á Íslandi. Það eru mörg börn sem að kvíða jólana að því að þau vita það að þau fá ekki jólagjafir eins og félagar þeirra í skólanum. Og það eru sérstaklega mörg börn með kvíðan út í maganum vegna óreglu foreldra sinna. Og við getum bara hlustað á mæðrastyrksnefnd, fjölskylduhjálpina, Hjálpræðisherinn og aðrar stofnanir af þessu tagi sem eru að koma til móts við fólk á þessum hátíðastundum sem við köllum hátíð barnanna, hátíð ljós og fríðar, hátíð kærleika. En mér finnst að mannréttindaráð ég einmitt að horfa til þeirra hópa sem betur fyrir minnihlutahópar, sem eigum sárt að binda, sem að þurfa á okkar aðstoð að halda, okkar athygli að halda og þeim er alveg sama. Þeim er alveg sama hvort það farið í Langholtskirkju eða ekki. Það eru önnur og stærri mál sem að þau eru að hugsa sem eru alvarlegri og geta haft miklar afleiðingar til lengri tíma. Ég eiginlega skil ekki og ég held að ef að fólk hugsa svona aðeins pínulítið þá mun það taka undir það með mér. Ég skil ekki hver heldur það, hverjum dettur í hug að prestur sitji fyrir börnunum og reyni að læða að einhverju trúboði. Hverjum dettur það í hug? Hvaðan kemur þetta fólk sem heldur það? Þetta er það ekkert svona. Það er bara tekið á móti þeim börnum sem vilja koma í kirkju með skólanum sínum af kærleika, með opnum hug, með bros á vör og þannig verður það. Ég held að borgarfulltrúar ættu bara að anda aðeins dýpra og hugsa til þeirra sem þurfa meira á okkur að halda. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingason hefur lokið máli sínu og það var borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir óska eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, borgarfulltrúar, borgarar. Borgarfulltrúin Júlíus Vífill talar hér að hér mætti líka þessu við storm í vatnsglasi. Umræðan hefur svo sem verið ágæt, en fyrst og fremst langar mig bara að benda á það að formaður mannréttindaráðs
Ég held að hún hafi einmitt bara verið að gera það sem hún á að gera. Og ég vona þegar við mætum því sem borgarfulltrúinn nefndi, fátækt, misrétti, þegar brotið á barnasáttmálanum og svo framvegis, að þá einmitt eigi vökul augu formanns mannréttindaráðs að vera á málinu. Þannig að snýst ekki eingöngu Langholtsskóla, heldur að skoða það hvort að allir sé að sitja við sama borð. Já, það verður bara það sem við viljum koma fram og ég vil bara árétta líka að við í meirihlutanum erum sátt með þessar reglur og ég man ekki betur en að þegar þessar reglur voru síðast endurskoðaðar eða samþykktar í borgarráði að það hafa allir verið sammála þar í borgarráði. Þannig að mér finnst það bara mikilvægt, stormur í vatnsglasi eða ekki, við stöndum saman í þessum meirihluta og bara ég þakklátt að við sem að fylgjast með. Borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir hefur lokið við að veita andsvari, þá svarar Júlíus Vífill Ingvarsson, borgarfulltrúi, andsvari. Já, forseti, ég vil þakka borgarfulltrúanum Eva Einarsdóttir fyrir að koma hér upp. Mér finnst vænt að hún skuli þá koma og segja að við ætlum að þá að beina augum okkar að þeim sem þurfa á því að halda. Þá hefur það verið til einhvers að segja hér nokkur orð í þessum ræðustóli í kvöld. Af því að ég vona að bæði formaður mannréttindaráðs og fleiri hér, sérstaklega þó í meirihlutanum, taki mín orð til sín og líti til þeirra sem þurfa á því að halda. Það alveg rétt hjá borgarfulltrúanum að þessar reglur voru samþykktar á sínum tíma vegna þess að þau voru svona ákveðin, þessar reglur voru ákveðin lending eftir mikla umræðu fram og tilbaka. Það komu margir að þeirri umræðu, meðal annars við. Og þessar reglur voru miklu betri eins og ég lýsti hér áðan heldur en þær sem upprunnilega voru settar fram sem að við borgarfulltrúan ekki að rugla þeirri umræðu saman við þá umræðu sem síðan fór fram þessar tilteknu reglur. En sem sagt, bara takk fyrir það og lítum til þeirra sem að þurfa virkilega á okkur að halda. Ég held að hitt sem við ræðum hér í kvöld svona alltaf því lúxusvandi. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hefur lokið við að svara andsvari og þá borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, borgarfulltrúar. Ég hef alveg sveiflast til í hausnum á mér varðandi þetta mál og en það er annað sem ég hef miklu meiri áhyggjur af. Ég áhyggjur af því að hvernig við í rauninni, ekki bara við borgarfulltrúar, heldur bara almennt í samfélaginu, við ræðum í rauninni trúmál. Og umræðan ofboðslega heit og ofboðslega öfgafull og ég held að við þurfum að passa okkur á því að ræða þessi mál af virðingu og það ríkir trúfrelsi hér í landinu og það ber okkur að virða. Ég hef oft hugsað til þess að það eru börnin sem við eigum að vernda. Það eru börnin sem við eigum að passa upp á að þau verði ekki fyrir einelti, þau verði ekki fyrir aðkasti og svo framvegis. En hvernig högum við fullorðna fólkið okkur? Hvernig höfum við hagað okkur undanfarna mánuði og undanfarin ár? Við högum okkur ekkert sérstaklega vel. Og hvernig horfa börnin á okkur, hvernig við til dæmis pólitíkusarnir látum við hvort annað. Við erum hundleiðilega yfirleitt. Og ég held að við ættum öll að reyna eftir fremsta megni að bera virðingu fyrir hvort öðru og bera virðingu fyrir börnunum í þessu samfélagi. Þannig að það sjá ekki einhverja skrýmsladeild eins og við fullorðna fólkið högum okkur oft. Því að það oft við sem erum aðallega í eineltinu og við verðum að hætta þessu. Og auðvitað eiga skólar að sjá fræðslu. Það á ekki að vera trúboð í skólum. Og við höfum þjóðkirkju, en mín skoðun sú að kirkjan á ekkert heima inn í skólanum. Hins vegar finnst mér alveg eðlilegt að börn geti eiga að fá upplýsingar öll trúarbrögð
og geta heimsótt öll trúfélög og fengi upplýsingar frá öllum trúfélögum og trúarbrögðum eða lífsskoðunarfélögum. Ég hef mestan áhuga á húsnæðis- og skipulagsmálum. Í vor þegar ég ræddi það að ég væri á móti því að það yrði reist moska í Sofamýrinni, þá var ég úthrópaður sem rasisti og alls konar. Þrátt fyrir að ég hef aldrei sagt að ég sé á móti því að það veri reist moska í Reykjavík. Við verðum að fara að tala þessi mál af virðingu. Ég veit ekkert hvernig við ætlum að gera það, en við verðum að gera það. Nema við ætlum að ala börnin okkar upp þannig að þau verða gjörsamlega óþolandi, alveg eins og við eftir nokkur ár. Borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir hefur lokið máli sínu og þá hv. borgarstjóri næstur á dagskrá. Næstur á mælendaskrá og ég er búin að fá kaffi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil nú byrja á því að þakka fyrir margar ágæta ræður sem hafa verið haldnar hér og get ég stytt mál mitt mjög. Ég langaði bara aðeins til þess að bregðast við spurningum sem til mín var beint og aðeins rekja svona formlega atburði í þessu máli undanfarin ár, því að eins og hér hefur komið skýrt fram að þá voru þessar reglur settar sem við erum að tala settar á síðasta kjörtímabili og það átti sér nokkurn aðdraganda eftir frumkvæði málsins í mannréttindaráði og þó nokkur samráð sem var á köflum átakamikið og það kristallast í umræðum þetta mál að það tengt við sjálfsmynd og tilfinningar mjög margra og ég tek undir með þeim sem hafa undirstrikað að það í raun kannski svolítið kjarninn á bak við reglurnar einmitt að setja sig í annarra spor og virða mismunandi skoðanir og viðhorf. En reglurnar voru settar 4. október 2011 í borgarráði og strax þá haustið komu upp spurningar hvernig yrði með aðventun og jólahald og sviðsstjóri skóla- og frístundasviðs sendi út bréf 29. nóvember 2011 þar sem að reynt var að svara þeim spurningum sem upp hafði komið. Með leyfi forseta segir í bréfinu samkvæmt ofangreindum reglum eru heimsóknir nemenda grunnskóla heimilar í kirkjur og skólatíma undir handleiðslu kennara. Heimilt að leyfa nemendum að fylgjast með athöfnum og kynnast helgisiðum en ekki má gera kröfum að nemendur taki þátt í bænum eða öðrum helgisiðum. Sama á við börn á frístundaheimilum og í leikskólum borgarinnar. Í reglunum sérstaklega tekið fram að sígildi söngvar, dansar, leikir og handíðir sem teljast hluta gamalgrónum hátíðum og frítugum þjóðarinnar haldi sessi sínum í árstíðabundnum skemmtunum og starfi frístundaheimila, leik- og grunnskóla og að þar á meðal séu jólasálmar og helgileiki tengdir jólunum. Skóla- og frístundasvið telur ekki því til fyrirstöðu helgileiki sem nemendur hafa hingað til fengið að setja upp í kirkjum í borginni verði áfram settiðar upp. Tilvitnun lýkur. Það var líka hnykkt á í september 2012 jafnræði við kynningar í skóla- og frístundastarfi en það rétt sem hér hefur komið fram að má segja að með því að setja þær reglur þá var svigrúmið til þeirra kynninga kannski þrengt frá því sem hafi verið í einhverjum skólum. Hugsanlega var þarna einhverju leyti gengið of langt, það sjálfsagt að fara yfir það. Ég fengi ábendingar það eins og aðrir að uppbyggilegt barn- og ungmennastarf, íþróttastarf og svo framvegis hafi kannski ekki alltaf fundið leiðina til barna og mikilvægt að tryggja það. Þannig að við höfum rætt það í tengslum við stefnumótun og sviði frístunda að fara yfir hvernig best verði að þessu staðið. Í samræmi við samþykkt borgarráðs á reglunum í upphafi að þá var óskað eftir umsóknum reynslu af reglunum ári eftir að þær höfðu tekið gildi og 21. ágúst 2013 var lagt fyrir borgarráð erindi
sviðsstjóra skóla- og frístundasviðs og Mannréttindaskóla Reykjavíkurborgar endurskoðun á reglum samskipti leikskóla, grunnskóla og frístundaheimila við trúar- og lífsskoðunarfélög. Þá hafði það raunar gerst í millitíðinni að menntamálaráðuneytið hafði gengist fyrir samráði við Biskupsstofu, Heimili og skóla, Kennarasamband Íslands, Samband sveitarfélaga, Siðmennt, auk fulltrúa úr ráðuneytinu sem hafði gefið út meginviðmið samskipti af þessu tagi 30. apríl 2013. Og þau urðu hluti málsins, þau tóku mjög mið af reglum Reykjavíkurborgar en raunar bættist ein regla við eða eitt atriði við sem var svohljóðandi með leyfi forseta. Eftir fremsta megni skal forðast að nemendur og foreldrar séu settir í þá aðstöðu að þurfa að gera grein fyrir lífsskoðunum sínum. Tilvitnun lýkur og þarna var verið að taka ákvæði í raun beint upp úr barnasáttmálanum. Ég vildi rekja þessa sögu hér bara til þess að rifja upp að í kjölfar yfirferðar yfir athugasemdir sem bárust frá ýmsum félagi skólastjórnenda, Háskólanum, Reykjavík prófastsdómnum, bæði eystra og vestra, Samfók, Siðmennt, stjórnendum frístundamiðstöðva, stjórnendum leikskóla og þjóðkirkjunnar ásamt öðrum að þá var leitað til þessara breytingar á reglunum og í kjölfarið að þá voru núgildandi reglur samþykktar samhljóða í borgarráði. Samþykktar samhljóða í borgarráði 29. ágúst 2013. Það var margir rakið einstök ákvæði reglana hér og ég held að það sé bara prýðilegt til þess að rifja þær upp og ég held að það sé mjög dýrmætt sú breiða samstaða sem að fram hefur komið í umræðum reglurnar. Og kannski, ég veit það ekki, en kannski það sem hér hefur verið nefnt að það hafi ekki á þessari aðventu verið margar athugasemdir gerðar við framkvæmdina bendi til þess að reglurnar sé að ýmsu leyti að reynast vel. Leið held ég að umræðan geti verið góð til stuðnings varðandi framkvæmd og það sé eðlilegt í opnu lýðræðissamfélagi að ræða hluti eins og þessar, hvernig reglurnar að reynast, hvernig álitamál í framkvæmdinni, en að þegar ég var spurður að því sérstaklega hvort að ég ætlaði að taka af skarið í einstökum dæmum, hvort að rétt hefði verið aðstaðið eða ekki, að þá vil ég minna á það að hluti af reglunum að rísi ágreiningur túlkun þeirra þá úrskurði skóla og frístundasviði í þeim efnum. Það finnst mér vera eðlilegu vettvang og mér finnst vera gott að þessi sami aðili sem afli þá upplýsinga framkvæmdina, hvaða álitamál eru uppi og úrskurði því að það er skóla- og frístundasviði sem ber ábyrgð á því að veita leiðbeiningar og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon nefndi það sérstaklega margir skólamenn hefðu leitað til hans í vanda sínum það hvernig ætti að framfylgja reglunum. En ég verð að segja að enginn þeirra hefur leitað til mín. Og ég reikna satt að segja með því að flestir þeirra hafi leitað til skóla- og frístundasviðs ef að vafi framkvæmd reglunum og það finnst mér vera réttu vettvangur og þar úrskurðar aðilinn rísi ágreiningur og leiðbeiningarskyldan líka. En það ákveðinn texti sem að mér þykir svolítið vænt sem eiginlega svona neðalmáls í reglunum sem að kannski of sjaldan vitað í. Hann svona með leyfi forseta. Til grundvallar þessum reglum liggur svo vilji að tryggja rétt barna til þátttöku í skólastarfi óháð þeirri trúar og lífsskoðun sem þau alast upp við. Upplýst fræðsla kristna trú, trúarbrögð heimsins, lífsskoðanir, siðfræði, heimspeki og íslenska menningu mikilvæg í öllu starfi skóla borgarinnar. Trúarleg innræting og boðun tiltekinna lífsskoðana á þær ekki heima.
Það er á hendi foreldra að ala börn sín upp í þeirri trúar og lífsskoðun sem þeir kjósa. Það munu starfsmenn Reykjavíkur standa vörð samkvæmt mannréttindastefnu borgarinnar og þeim mannréttindasáttmála sem Ísland hefur undirgengist. Tilvitnun lýkur. Mér finnst þetta ramma þetta nokkuð vel inn. Við erum ekki að tala það að það sé á neinn hátt jákvætt að börnin okkar fara á mis við það að kynnast trúarbrögðum eða hugmyndaheimi bæði fortíðar og nútíðar. Við erum bara að virða hvert hlutverk skólan okkar og starfsfólksins í því sambandi og síðast en ekki síst hvert hlutverk foreldranna. Þetta getur verið flókið, það getur verið flókið að finna nákvæmlega mörk milli kennslu eða upplýsingar eða boðunar og ég meina það þarf ekki að hugsa kirkjuheimsóknir, það er hægt að hugsa bara leiksýningar eða hvað nú í því sambandi en þó að þetta sé flókið þá held ég að reglurnar séu góðar, það er mikið hald í þeim, sýnist mér og ég held að framkvæmdin sé að verða betri og betri. Þess vegna finnst mér ótímabært að tala að fara að endurskoða þær. Ég tek eftir að það er ekki margir sem mæla með því að það verði afturkallaðar eða þeim verði breytt. Það er þó til. Það eru greinilega aðeins skiptar skoðanir innan Sjálfstæðisflokksins það. En það er þá kannski bara holl umræða sem tekin á þeim vettvangi. Því að mér fannst bæði oddviti flokksins hér í borgarstjórn og ekki síður talsmaður flokksins úr mannréttindaráði í Kastljósi í gærkvöldi vera afskaplega skýr á því að standa með reglunum. Og ég held að það sé mjög gott. Ég meina reglur eru mannasetningar og mannanaverk og við skulum ekki ímynda okkur að þær séu einhverja gulltöflur sem við höfum sótt að einhverju fjalli. Þannig að við skulum alveg vera tilbúin að ræða hvort einhverju megi breytið annað slíkt. En mér sýnist af öllu og umræðinu líka hér að þær séu nú þrátt fyrir allt hafi skilað okkur vel áleiðis og fréttir dagsins úr blöðunum sem hér var vitnað til fáar ábendingar benda til þess að þær sé að ganga nokkuð vel vegna þess að þrátt fyrir allt þá er helmingur skóla í borginni sem hefur farið í kirkju á aðventunni eins og tölurnar sem að formaður skóla- og frístundaráðs rakti hér áðan og þriðjungur leikskóla. En ég tek líka undir með þeim sem hafa bent á þá augljósu staðreynd að umræðan svolítið óbilgjörn og kannski í litlu samhengi raun við bæði veruleikann innan skólana, meðal barnanna og þær reglur sem að við erum mörg sammála að eiga gilda þessi samskipti. Ég þakka fyrir umræðunni í kvöld. Hv. borgarstjóri hefur lokið máli sínu, þá er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon óskað eftir að taka til máls eða veita andsvar. Veita andsvar við ræðu borgarstjóra. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil þakka borgarstjóra fyrir hans svör svo langt sem þau náðu. Hefði óskað eftir skýrari svörum. Það er rétt sem borgarstjóri segir að varðandi ágreining túlkun á reglunum þá í skóla- og frístundasviði að úrskurða. Mér finnst þessi mál hafa bara verið það lengi í deiglunni að þetta er ekki fyrsta sinn sem þau komið til umræðu, þannig að mér finnst að þetta ætti að vera orðið mjög skýrt og borgarstjóri sem æðsti embættismaður borgarinnar ætti að vita hver sú túlkun þá væri og jafnvel hafa sjálfstæða skoðun á því. Ég minnist þess ekki að ég hef sagt eins og borgarstjóri sagði að margir skólamenn hefðu haft samband við mig. Ég held ég hef ekki sagt að margir skólamenn hefðu haft samband við mig. Hins vegar veit ég af ólgu í röðum skólastjórnenda út af þessu máli og get ekki tekið undir það með borgarstjóra að fáar ábendingar hafi borist þetta og þá megi álykta sem svo að það sé sátt með þessar reglur. Og svo vil ég líka bara segja að lokum að varðandi það fulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafi samþykkt reglurnar, þá finnst mér það vera mjög ofmælt því að við samþykktum þær ekki á sínum tíma. Hitt hins vegar rétt að í ágúst í fyrra þá samþykktum við Sjálfstæðismenn í borgarráði endurskoðun á þessum reglum vegna þess að endurskoðunin gekk í þá átt sem okkur hugnaðist. Þar var verið að breyta, þar var slakað á ákveðnum
atriðum í upphaflegum reglum þannig að þetta gekk í þá átt sem við vorum sáttir við og samþykktum í tillöguna, en það þýddi ekki að við varum að samþykkja reglurnar í sjálfu sér eða við varum sáttir við þessar reglur í sjálfu sér, enda höfum við margoft andmælt þeim á vettvangi borgarstjórnar, skólaráðs og íþrótta- og tómstundaráðs. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari háttvirtur borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég held að þurfi kannski ekki að rífast þetta. Ég held að það liggi nú bara fyrir býsna skýr fundargerð þar sem að reglurnar með þessari breytingu á grundvelli erindis frá sviðsstjóra skóla- og frístundasviðs og mannréttindastjóra beri þessu nokkuð skýrt vitni. Það er annars vegar vísað í umsagnir og lagt til að einum efnislið sé breytt og eru reglurnar svo breyttar síðan samþykktar samhljóða í borgarráði. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur óskað eftir að veita andsvar öðru sinni. Má bjóða borgarfulltrúanum að stíga í pontu. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vona að við borgarstjóri séum með sömu fundargerðina sem er frá 29. ágúst 2013. Þar segir með leyfi forseta, 19. liður, lagt fram bréf mannréttindastjóra og sviðsstjóra skóla- og frístundasviðs dagsett 21. ágúst 2013 endurskoðun á reglum samskipti leikskóla, grunnskóla og frístundaheimila við trúar- og lífsskoðunarfélög og síðan segir samþykkt og ég lít svo á að þessi fundargerð segi okkur að við borgarráðsfulltrúarnir á þessum tíma við höfum samþykkt þessa endurskoðun. En við samþykktum ekki upphaflega reglur, eins og samþykktum við endurskoðunarreglunum vegna þess að þessi endurskoðun var skref í rétta átt og höfðu sjálfsögðu fullt frelsi til þess. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið við að veita andsvar öðru, nú mann forseti ekki lengur hvor er hvað, en Ég heiti Dagur. já, háttvirtur borgarstjóri ætlar að gera stutt athugasemd. Forseti, ágæta borgarstjórn, það sem var þannig til samþykktar var erindi sem að kveður á það að sviðsstjóri skóla- og frístundasviðs og mannréttindastjóri telja ekki þörf á því að breyta reglunum nema á þann veg að efnislið A í reglunum verði bætt við áhersluatriði er fram kemur í samræmi við það sem hafi framkomið í reglum mennta- og menningarmálaráðuneytisins og síðan er tilgreindur efnisliður í reglunum með áorðnum breytingum og síðan skoðast reglurnar svo breyttar, ég get ekki skilið það öðruvísi. En það er svo sem ekki aðalatriði í þessu máli, heldur hitt að eins og fram hefur komið í máli margra að þá er mjög breið samstaða þessar reglur. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið við að gera stutt athugasemd. Þá er andsvörum lokið, fleiri hafa ekki kvætt sér hljóðs og er umræðu lokið. Þá göngum við til 7.